Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín og gleðilegt sumar. Það hafa orðið ýmsar breytingar á tímum COVID, meðal annars í hinum ýmsu störfum. Við kíktum á rúntinn með lögreglunni, sprittum okkur vel áður en hittum Sigvalda Arnar Lárusson, aðalvarðstjóra lögreglunnar á Suðurnesjum og fórum á rúntinn með honum. Við fórum líka út í Leiru. Kylfingar eru eins og beljur á vorin og þyrstir í að komast á golfvöllinn. Við kíktum út á Hólmsvöll í Leiru og hittum þar fyrir nokkra kylfinga og settum drónan á loft. Það Sigvaldi, er rólegt á lögguðu rúndinum? Já, það rólegra. Rólegra, já. En það eru færri svona á ferli heldur en voru fyrir COVID. Já. Hvernig er þetta birtast ykkur svona bara almennt allt rólegra eða? Já, svona, já, það má vel að segja að það sé svona allt rólegra en svona þau verkefni sem við erum að fást við, þau eru færri kannski en þau eru tímafrekari. Hvernig þá? Alltaf bara við hugum alltaf núna bara að við erum alltaf með varan á okkur gagnvart mögulegu smiti. Menn fara mjög varlega í þessi verkefni sem við erum að fást við. Fjarskiptamiðstöðin lætur okkur yfirleitt vita ef það er mögulegt smit á þeim stað sem við erum að fara á. Ef þeir vita af því þá að segja. En kannski svona okkar, hvað var maður að segja, okkar góðkunningjar, þeir eru kannski ekki alltaf að þeir sem að fara til læknis kannski út af einhverjum fressu einkennum. Þannig að við erum alltaf með varan á okkur þegar við erum að eiga við svona þessa góðkunningja. Já. Þannig að þeir, eins og segir, þeir fara kannski ekki til læknis ef þeir verða slappir. Nei. Eru þið að díla við í rauninni allt önnur mál kannski núna, þú veist, það er minna vesen. Það er öðruvísi vesen. Já. Já, það er öðruvísi vesen. Það er bólokvöldum skemmtistöðum. Það er svona minna vesen á þessum föstudags- og laugardagskvöldum heldur en var. En móti kemur kannski að vesen er svona færast líka bara meira yfir á virka daga. Þetta er náttúrulega mikið vaktavinnu fólk sem býr hér og vaktavinnu svæði náttúrulega mikið í Suðurnesjum, margir sem eru í frí á virkum dögum og vandamál eru kannski svolítið að færast líka inn á heimilin. Heimilisofbeldismálum hefur fjölgað svolítið hjá okkur. Það er hlutur sem við höfum áhyggjur af og svona kannski næstu vikur má búast við aukningu í þeim málaflokki að vandræðin fara meira heim, held ég. Er það áfengisneysla eða eitthvað meira? Það er bæði og sko, já, það er raun og veru bara allt. Það er áfengisneysla og vímuefnanotkun og jafnvel líka bara engin vímuefnanotkun eða neitt slíkt. Þetta er bara Pirringur? Pirringur, já. Maður verður stundum alveg var við það. Fólk verður svona erfiðar í skapinu eftir kannski mikil samskipti, þannig já, maður verður farið við þetta allt saman. Hvernig gerist það, þú veist? Er annar makinn eða einhver á heimilinu sem hringir í ykkur eða er það einhver bara sem að heyra læti eða hvernig gerist þetta? Það er bara allur gangur á því. Það eru bæði fólki hringir sjálft og svo ef þetta er í fjölbýlishúsum þá hringja oft íbúar á öðru hæð eða neðri hæð og tilkynna hávaða og þegar við komum þá kannski sjáum við að ef það hefur átt sér stað einhvers konar ofbeldi þá grípum við náttúrulega strax inn og köllum til bara náttúrulega
félagsmálayfirvöld og barnavernd ef að börn eru á heimilinu. Þetta geta jafnvel verið svona erfiðara mál? Já, þetta eru oft mjög þungt mál, sérstaklega ef það eru börn á heimilinu. Það er mjög oft svona erfiðara að díla við það. En myndirðu segja að þetta væri mikið þetta eða bara meira? Hvað, ef við svona... Þetta er meira og bara sem dæmi á síðustu næturvaktartörn í okkur þá fengum við 3 heimilisofbeldismál á 12 tíma vakt og þar af 1 sem er mjög alvarlegt. Þannig að þetta er og eftir svoleiðis vaktartörn sem við erum að fara inn á 3 heimili þá þetta tekur á sko. Já. Já, börn í spilinu og það allt fram til götunum. Já, þetta tekur á. Þannig að, hvað getur við sagt, þannig að það er minna að gera í svona hefðbundnum málum sem voru fyrir COVID getur við sagt og því ekki að stoppa marga fyrir okkur að nakstur eða það er miklu minni umferð kannski bæði? Já, það er miklu minni umferð og við náttúrulega erum að hafa skipta ökumönnum alla daga og það stoppar svo sem ekkert og við höldum alltaf áfram að grípa þar inn. Við náttúrulega, eins og ég segi, þú veist, verkefnin okkar er orðin tímafrekari. Við erum til dæmis í farangurskeyrslunni á bílum erum við með búnað sem við höfum aldrei verið með áður og það er tímafrekt að klæða sig í þennan galla. En svona varnarbúnað sem við notum ef við erum að fara inn á staði eða heimili þar sem grunnleikurinn smitt. Yfirleitt erum við nú með þennan varnarbúnað sem við förum að nota dagstæðlega svona helst. En þessa dagana þá erum við með hlífðagalla bara vegna COVID-mála. Við erum með svuntur, gleraugu, hanska, fullt af spritti og þetta er svona það sem við erum svona mest að ágjör af í dag. Það er þetta smitt. Hvernig eru þið svona, hvað ég að segja, fílingur í starfinu núna? Finnst þér þetta erfiðara heldur en fyrir COVID? Þetta er náttúrulega svolítið öðruvísi? Þetta er alltaf öðruvísi. Nei, þetta er ekkert erfiðara. Þetta er öðruvísi starf einhvern veginn. Það hefur breyst svona út af þessu. En eins og ég segi, við erum bara jákvæð og við förum rosalega varlega í þessu öllu. Við erum búin að vera alveg ótrúlega heppin hjá okkur með smitt. Ég held að það séu innan við, ætla að sé ekki svona cirka 5 lögreglumenn sem hafa farið í svona biðsóttkví eins og að kalla. Við höfum ekki mist neitt í smitt. Ég held ég get alveg fullyrt það. Þannig að þið hefur ekkert þurft að vera með einhverjar ráðstafanir neitt út af því? Skipta ykkur eitthvað meira eða eitthvað? Sko, við fórum strax í það embættið að skipta niður öllum stöðum. Og við erum nú verið bjöggum... Ótrúlegt, það er flugvél. Já, það er flugvél sem truflar okkur. Já. Það er cargo. Nei. Maður bara lítur orðið við þegar maður sér flugvél koma. Við byrjuðum á því bara strax að embættið greip mjög fljótt inn í þegar við svona áttum okkur á í hvað stendi. Skiptum til dæmis eins og hringbrautinni þar sem ég er, þar eru 4 vaktir og við raun og verum að segja að þetta sé í dag bara 4 vinnustæðar. Þannig að við skiptum þessu strax upp bara í einingar og menn koma sér sjálfur til vinnu. Við vorum alltaf sótt. Nú koma þessi bara sjálfur í vinnu og við hittumst aldrei á vaktirnar. Það eru bara við aðalvakstjórarnir sem hittumst og komum skilaboðum á milli vakta, hinn fara svo bara út. Önnur vaktin kemur inn sem sagt á suðurhliðinni má segja og hinn fara út á norðurhliðinni, þannig að menn hittast ekkert. Rannsóknardeildin er búin að skipta sér upp líka og hlutstöðardeildin búin að skipta sér upp. Þannig er ekkert svona... Engin samgangur á milli. Ekkert mikið spjall á kaffistofunni á milli? Nei, ekkert spjall. Það er mitt eins og ég sagði daginn, mjög gott að losna mitt þetta spjall í summa sko. En nei, hann er bara ekki að setja Nei, það verður rosalega gaman þegar að þetta tekur enda að geta svona farið að hitta vinnufélagana aftur almennilega og taka einmitt þetta spjall á kaffistofunni og rugla aðeins í þeim. Það er nauðsynlegt. Það er alltaf flestir sem sakna svona ákveðna samveru við vinnufélaga sem er búin að vera mjög takmarkuð í það. Já, þetta er bara eins og maður tekur í spaðan á fólki gerði alla daga en
ég hef ekki tekið hendina á manni núna í marga vikur. Mér finnst það bara alveg skelfilegt. Heldur þetta muni breytast eftir COVID? Já, örugglega sko. Einhvern hátt. Já. En hérna, eins og segir, það verður æðislegt að geta allavega að knúsa svona vissa aðeila. Já. En hérna við erum að horfa á flugstöðuna sem að við sjáum sjaldan svona marga stálfugla fyrir utan. Já. En hvað með félaga þína ykkar þar? Nú eru alveg tugir lögreglumanna þarna. Já. Og hvað, er eitthvað að gera hjá þeim? Ekki frekar en fyrir daginn. Nei. Það er hérna nóg að gera hjá þeim og hérna, þarna eru, eins og ég segir líka, 4 vinnustæðir raun og veru má segja, þetta eru 4 vaktir og það er sama hjá okkur, bara menn hittast ekki. Það er, jú, minna að gera en þeir hérna eru duglegir að koma og vera á ferðinni svona með okkur niður frá en þeir koma ekkert inn á stöðina. Þeir hérna, svo náttúrulega eru þeir bara með mál hérna sem þeir þurfa að sinna. Við náttúrulega erum með alls konar áætlanir í gangi, flugslýsáætlun og viðbragðsáætlun í gangi sem við þurfum að vera klára að grípa inn í hvernig sem er. Þannig að hérna, svo náttúrulega eru engaflug og það eru kargoflug og það er starfsemi í gangi, klálega. Klálega, fullast það sem ég tengdur í flugstöðinni. Já. Þetta er skrítið. Já, þetta er rosalega skrítið því að við erum svo mikil trafík í kringum flugið og hérna sjá allar þessar flugvélar hérna stopp fyrir utan og tóma flugstöð og svona ofan á þetta allt saman að hérna svona þyngri verkefni og öðruvísi verkefni þá erum við náttúrulega líka í verða að koma svo að. Sauðárkrókur fjölskyldu. Þá erum við lögreglumir líka í kærabarni. Já. Við erum hérna samningslausir, búin að samningslausir við ríki í meira en ár. Og hérna, það er ekkert hlustað á okkur en eins og ég segi, við látum það engin áhrif á okkur að hafa, við bara höldum áfram. Og nú bara menn semji við okkur fyrir en seinna. Og maður spyr bara eins og Bjáni, hvernig má þetta vera? Ég svo sem bara, veistu, ég skil það ekki. Við erum með náttúrulega bara landssambandið okkar er búið að fara á fundi með samninganefnd ríkisins og þetta bara, við erum bara ekki virt viðlits. Það er bara staðreynd. Það er bara ekkert hlustað á það sem við erum að tala og það er búið að lofa okkur hinn á þessu síðustu ár sem að bara hefur ekki verið virt. Það er mjög fullt. Það er bara drullu fullt í því. En þið reynir að láta þetta ekki hafa áhrif á okkur, þannig að það er þó að sé þung undiralda. Nei, við erum bara fagmenn og vinnum þetta eins og við eigum að gera og eftir bestu getu og það er fullt. Já. Klárlega. Já. Klárlega. Hvað með önnur mál, svona, er þetta svona þá bara langa algengast? Ég meina, er meira ölvunarakstur, veistu að það er svona Þríeykið hafði áhyggjur á tímabili og fór að tala það væri grunur eða svona þau tilfinninguna væri meiri ölvun í gangi og jafnvel vímuefnanotkun og er eitthvað verða að vari við það í umferðinni? Nei, við erum ekki við að varðið mikla aukningu á ölvunarakstrum. Nei. En svo segi ég við erum á ferðinni allan sólarhringinn og erum að hafa afskipti af ökumönnum og ég hef ekki séð neina tölu sem benda til þess að ölvunarakstrum hafi sem sagt að þeir hafi aukist í þessu. Annað sem hefur kannski komið svona eins og varðandi flugstöðina það er nánast ekkert flug. Mikið fíkniefni til dæmis, við erum að fá alltaf mikið af fíkniefnamálum í gegnum flugstöðinu og svo deildin okkar setti met á síðasta ári varðandi haldlagningu í samstarfi við tollinn og en það sem af þessu ári er sáralítið af innflutningsmálum komið upp og það er náttúrulega bara væntanlega vegna þess að við sjáum undan framar okkur það er flugvél eftir flugvél bara á flugleiðinu. En það hefur alltaf af og til sem að þið hefur verið að taka einhverja fyrir ræktun hérna á svæðinu og hafið eitthvað meira um það? Já. Það er meira þannig? Já,
búin að vera að taka nokkra ræktanir núna síðan að þetta kom upp, kannabisræktanir. Svo náttúrulega staðan bara svo að hörð fíkniefni þau eru búin til á Íslandi líka. Þetta ekki bara kannabis, það amfetamín framleitt á Íslandi og við svo sem gerum það sem við getum til þess að komast yfir það en það eins og með svo margt hjá okkur að við myndum alveg þykja ekki fjármagn í þessa málaflokka. Já. Það klart. Já. En aftur á móti líka eins og varðandi flugið að hælismálum þeim hefur snarfækkað. Náttúrulega kom mikið hælisleitendur til landsins þessa dagana. En þeir eru nokkri hérna? Já. Margir náttúrulega bara í úrræði sem að eftir að fá svör við sínum beiðnum. En það hefur ekki komið hælisleitandi á stöðuna til okkar núna í marga vikur. En finnst þér eitthvað vera meiri vandræði hjá þeim en áður? Nei. Ekkert svoleiðis sem Er þetta jafnvel bara meiri vandræði svona vesen á heimafólkinu? Já, heimafólkinu. Já, má alveg segja það sko. Má alveg segja það. Þetta náttúrulega sáralítið ferðamenn á svæðinu. En þetta aðalega heimafólki sem við erum að eiga við, sem það segir. Já. Það ekki oft sem að maður sér flugstöðun og svona sem maður að sjá hana þessa dagana. Þetta ótrúlegt í rauninni. Já. En það eru bjartir tímar framöndan og við erum bara horfum bjartsýn fram á veginn og þetta tekur enda, það alveg klárt. Það verður eins og ég segi, frábært þegar þetta fer að slakna á þessu og maður getur farið að hitta fólkið sitt svona almennilega aftur. Það var reglulega að hitta vinina líka maður á sunnudögum í vöfflukaffi og eitthvað maður. Ég hef ekki fengið vöfflu síðan þetta byrjaði. Ég fara sem alveg fyrir vöfflur. Eina sem maður borða þessa dagana 1-2 kleinurhringir á sunnudögum. Ég einhver vöfflur á kaffistofunni, getið ekki skipt einn fyrir á bakar og einn næsti fyrir á næsir í vöfflu. Það síðasta nætti á eftir á morgun hjá okkur og svo tóknir í frí til að hendi vöfflur á morgun. Já. Ertu með brotna bílrúðu? Við sækjum bílinn til þín og skilum honum aftur þegar við erum búnir. Við erum sérfræðingar í bílrúðuskiptum og búum að 20 ára reynslu. Sjáum skýrslugerð fyrir öll tryggingafélögin. Bílrúðuþjónustan EHF. Hringdu í síma 863 3455 eða sendu tölvupóst á bílrúðuþjónustan hjá siminet.is. Tímum síðustu vikur hefur fólk verið duglegt að hreyfa sig og ein svo íþrótt sem tikkar í öll box hvað varðar útivist og hreyfingu og það golfið. Á síðustu dögum og vikum hefur kylfingum fjölgað og nokkri vellir, sérstaklega á Suðurnesjum, hafa opnað fyrr en aðrir og því hefur traffíkin legið þangað. Við kíktum á Hólmsvöll í Leiru sem í Suðurnesjabæ á þriðja degi sumars, skelltum dróna á loft og heyrðum í nokkrum kylfingum. Það búið að mikið af fólki hérna í golfi síðustu daga? Já, þetta alveg frábært og sumarið að byrja hjá okkur og þetta lofa góðu, vel mætt. Þetta bara gengur rosa vel. Á tímum COVID ekkert mál að koma til golfvöll? Nei. Við fylgjum þessu reglur sem okkur settar og kylfingar styðja þær reglur og hlýða í einu öllu. Því sem fyrir það var lagt. Og allir bara mjög glaðir að komast í golf. Já,
Það er allir mjög glaðir. Það er náttúrulega málið að fólk er að komast út eftir erfiðan vetur. Bæði COVID-máli, veirufræðilega séð og veðrið bara. Og svo náttúrulega eru kylfingar hér sem að hafa venjulega verið erlendis á þessum tíma. Sem er náttúrulega bara frábært fyrir það að geta komist á þennan góða völl. Þannig að aðsóknin hefur verið gríðarlega, þetta eru nokkur hundruð manns bara síðustu 3-4 daga. Já, það má segja það. Að það hafa verið sko fleiri hundruð manns sem hafa komið hérna núna síðan á miðvikudag. En Leiran býr við það að náttúrulega að vera alltaf snemmt tilbúin. Já. Vissulega og hérna það er nú þannig að við höldum ekki mót núna eins og gefur að skilja og þá eru þetta kylfingar sem eru að koma sem að jafnvel einhverjir eru að hafa komið í mótin hjá okkur á vorin sko. Þannig að það er allir æstir í að spila golf. Já, þannig að þetta er bara stór hluti af þessu er náttúrulega fólk sem er kannski ekki héðan eða eitthvað, eða í bland. Já, það er í bland. Það var nú eiginlega á síðasta vetrardag og sumardaginn fyrsta stór hluti sem var innan Reykjavík. En í dag við breyttum skráningunum þannig að þetta er svona beggja blands. Það er svona ýmsar reglur, hólu bollin upp úr þannig að boltinn fer ekki ofan í hólu og það er eitthvað svona og það verður að vera 10 eða 15 mínútur á milli ráshópa. Já. Svo við nefnum eitthvað pínu pons. Já, við erum nú að fylgja þeim reglum sem okkur settar. Að vera með 15 mínútur á milli ráshópa og við erum með klúbbhús er reynda lokað en við ákveðum það að hafa fulltrúa klúbbsins hér á öllum stundum til þess að veita þessu svona svolítið aðhald og bollarnir eru náttúrulega upp úr eins og þú veist þangað til 4. maí. Þá kemur einhvers konar breyting á einhverjum reglum. Og kemur völlurinn þokkalega undan, þetta er búið að leiðinda að vita náttúrulega svona veðurfarslega séð. Já, völlurinn er alveg frábær, kemur mjög vel undan vetri. Það er dagamunur á hverjum einasta degi þegar maður kemur þá sér maður einhverja breytingar. Það er alltaf grænka og tekur vel við sér. Hvernig heldur þetta verði í sumar? Ég held að þetta verði bara frábært. Það verður bara þannig að við höfum verið að fá fullt af nýjum meðlimum, bæði í vor og í fyrra, byrjendum og ég er bara mjög bjartsýnn á það að hér verði starfið bara mjög gott. Getur þú sprengja? Já, það kemur mér ekki óvart því að það eru margir sem að muna hafa góðan tíma til þess að stunda þessa íþrótt í sumar. 3 og 5 er náttúrulega ekki neitt. Nei, það er gjöfin ekki gjald. Eða ekki? Jú, fyrir okkur strákunum úr borginni. Já. Þá er það bara gott. Hvernig er stemmingin? Hún er bara góð. Völlurinn kemur vel undan vetri. Já. Mjög sáttum með hann. Pínu vindur, en það er rættaðist í dag. Þannig það er komið mikið hungur í kylfinga á Íslandi. Já, en það er bara spurning hvernig verða vellinir í sumar. Það er enginn að fara út í sumar, þannig að verða allir vellir þétt setnir. Já. Þannig að það er spurning. Spurning hvernig þetta gerist. Já, það er spurning. En það er nú slatta golfvöll á Íslandi, þannig að það bara fara menn ekki aðeins að stjá. Jú, við förum bara, skoðum landið betur. Förum bara á velli út á landi. 60 okkur golfvöll á Íslandi. Já, það er nóg golfvöllum á Íslandi. Og góðum golfvöllum. En þetta er svolítið skrítið. Hvernig finnst þér þetta að vera eitthvað að fara í taugarnar á kylfingum, að hafa bollan upp úr og eitthvað svona, eitthvað smá vesen? Er þetta ekki smá atriði bara? Jú, en er ekki hægt að snúa bollanum við? Þannig að kúlan dettur bara smá hann í. Það var eina það núna úrþjóðlega. Já, það er gert í Bandaríkjunum allan. Það var hægt að spila til forgjafar. Já, það er vonandi allan, en það er fyndið að maður þurfi bara að slá í bollan og þannig að kannski ekki alveg að marka eins mikið og með hólun núni. En bara gaman að komast út á völl eða ekki? Já, geggjað. Fyrstir hringurinn í sumar, þannig að það er bara geggjað. Og heldur að verði ekki sprengja í sumar? 50 hringir, lágmarki. Lágmarki. Já, Sigurður, hvernig var að komast í golf? Og yndislegt. Það er svo dýrlegt að koma inn í Leirunum. Þetta er geggjaður staður. Það er mikið hungur í kylfingum á Suðurnesjum og Íslandi. Alveg bara greddan að drepa okkur að komast í golf, loksins. Völlurinn er líka fínn, mjög fínn völlur.
græna grasi að koma upp og fuglarnir og allt þetta sem við viljum fá í leirinni. Æðislegt. Voru fuglarnir að mæta? Voru tjaldurinn og búin að koma sér fyrir aðeins í bunkerónum okkar og á sinn stað og svoleiðis. Æðislegt. Þannig að hvernig sem fyrirvægandi formaður GS, hvernig leggst þetta í því? Heldur að verði sprengja í sumar, ef við getum orðað þannig, þetta allir Íslendingar á landinu? Mér sýnist það. Allavega gestirnir hérna í dag ykkur ótrúlegu fjöldi og alla þessa viku. Skilst það sé búið að vera hérna bara traffík af utanbæði fólki að keyra á leirina, en það enda leiran besti völlur á landinu. Það bara svoleiðis. Það er ekkert öðruvísi. Og völlurinn bara kemur mjög þokkalega undan vetri? Já, mér sýnist það. Allt í toppstandi. Það er svolítið blautt á Bergvíkina þá. En öll hinn grín bara fín, slétt og fín og ég get ekki betur séð. Þetta sé allt saman í toppstandi. Og allir sáttir þrátt fyrir einhverja smá svona COVID-reglur eins og bollan upp úr og eitthvað? Ef það er einhver staður á landinu þar sem hægt er að halda 2 metra reglu, þá er það á golfvelli. Golfvöllurinn er besti staðurinn til þess. Þarft ekki að hitta einasta mann, sko. Þetta er mesta návíi sem komist í núna. Já, nákvæmlega. Þannig að það eru bara allir spenntir og kylfurnar komna fram og svona vorstemming í loftinu. Já, golf er náttúrulega bara yndisleg íþrótt. Fjölskyldu íþrótt, allir geta verið með í golfi, vinir, börn, all fjölskyldan í þessu. Þetta er flottur staður til að hitta fólk. Kúltúr líka, gaman að hitta fólk á vellinum, sama fólkið og nýtt fólk að koma. Það er svo gaman að því líka, það er svona partur af þessu. Ég sá að þú varst með nokkrum félögum og var góð stemming í hópnum. Já, við köllum hennan golfklúbb okkar sem er samsettur á Old Boys, Keflavík og Víðir. Við köllum hann Kvíðir. Golfklúbburinn Kvíðir. Ég veit ekki hversu vel nafnið á við. Já, finnst þér það ekki? Mér finnst það vel bara fínt á þessu tíma. Það er ekki allir að kvíða einhverju, vita ekki hvað það er. Já, það er sennilega rétt hjá þess. En þetta var góð stemning. Þetta eru flottir strákar, fullt af nýliðum líka. Fullt af fólki að byrja í klúbbnum og að taka upp golfið. Mikið af svona hjónum og fjölskyldum að koma inn í þetta. Það er líka flott að sjá það. Löngu orðið tímabært að miklu fleiri stundi í leirina því þetta er svo flottur staður. Leiðu þökkum fyrir áhrifið viljum við minna á rafræna útgáfu Víkurfrétta. Yfir 80 blaðsíður í þessari viku. Við erum að heyra í ansi mörgum Suðurnesjamönnum sem að gera skemmtilega hluti hér heima og í útlöndum. Við erum líka í golfi á kylfingur.is og nýjar fréttir á Víkurfrétta vefnum vaff.is. Við þykjum ábendingar skemmtilegt efni í okkar miðla og senda okkur endilega á netfangið vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að vikuleiðinni, verið sæl.